Sá sem keyrir Þistilfjörðinn, austur, suður, norður, vestur, hann kemst ekki hjá því að sjá þetta forláta skilti Sillikot, gallerí, handverk og hönnun, 300 metrar. En Sillikot á Gunnarsstöðum, hér rétt fyrir neðan þjóðveg. Sillikot sápa og kertagerð og hér ég að framleiða handgerðar íslenskar sápur og kerti. Og í þessu ég að nota í uppistöðunni íslenska kindatólk og síðan ég að blanda saman við sápurnar. Já, mismunandi hvort það litur, jurtir, bæði litur og jurtir. Í sumum ilmefni líka og kannski í þeim flestum. En þetta svona, ég með 14 gerðir af sápum og þær eru bara allavega. Og það hefur hver sinn smekk á hvaða sápa best og þar frá göttunum. En þessar sápur eru í raun og veru bara framleiddar eins og það voru gerðar hérna í gamla dag, nema ég kannski að nota meira olíum í mína sápur. En þær fara einstaklega vel með hendurnar. Þetta eru sem sagt sápustykki og þeir sem að byrja að nota þessar sápur, þeir yfirleitt vilja ekki hætta því að þeir segja sko að þeir ná svona ekstra mýkt í hendurnar að því að nota þessar sápur. Og svo fór ég að framleiða sem sagt sápur sem að ég hengi í sturtu eða sem eru settar í spotti. Og þá getur þær hangið í sturtunni og þarna á milli og þá erum við sem sagt laus við allt þetta sápuaustur með því að vera með fljótandi sápu því að við þekkjum öll að stundum fer hún bara niður í svelgin áður en maður að nota hana. Þannig þetta svona það sem ég að gera en hér í galleríun ég líka með sem sagt hönnunarvörur frá Berg, íslensk hönnun og það sem sagt systir mín sem með það. Hún hefur verið að leika sér svolítið með svartfuglinn og svona staðbundnar vörur, það má sjá til dæmis hérna glös með gatastakkinu sem svona okkar merki í Þistilfirði. Þetta svona kenniliti sem við erum til dæmis alltaf mjög stolt af og síðan til dæmis hérna langan þessi allan hringinn, þannig hún að leika sér svona með staðbundna hönnun. Þegar þú byrjar að búa til þessar sápur þá veistu ekkert hvernig það líti út. Já, það rétt. Ég til dæmis hérna með sjávarsælu sem tvílit sápa. Og hún leit svona álíka út að ofan og þegar ég var búin að búa hana til og þessi sem í mótinu og þetta hérna sjáu þið hvernig munstrið kemur út á þessari sápu. Þetta bara óvænt ánægja þegar vel tekst til og þarna náði ég svona skemmtilegum línum og munstri og það alltaf skemmtilegt að selja svoleiðis sápur. Hérna ég að snirta sápu. Þetta svokölluð dalasæla sem með kindamjólkinni. Og hér stimpla ég hverja sápu, snirti svo hérna brúnirnar og ef ég ekki viss hún sé nógu stór, það kemur alveg fyrir að það svona snýðist aðeins af þeim, þá ég vigta í þær, þannig að þær eru allar að minnsta kosti 110 grömm, þær að fara í kassanum. Hérna ég bara að undirbúa það að geta að fara að pakka þessum sápum eftir 2 vikur. Þetta eru svona cirka viku gamla sápur. Þetta náttúrulega fjölskyldufyrirtæki. Við búum hérna og erum með 450 kindur á vetrarfóðrum og við vinnum öll í þessu sama fjölskyldan og þegar mikið að gera mér í sápugerðinni þá kemur fjölskyldan að hjálpa mér eins og dóttir mín sem hérna með mér í dag að gera ýmislegt og hún 9 ára, Dagbjört Laufey og ekki allt í lagi stundum að koma með mig í Sillikot? Já. Allt í lagi stundum. Hún var að sýna með pókana sem hún gerir? Já, hún ægilegur listamaður í sér og ég á svo fleiri, elsta dóttir mín líka mikil listamaður í sér. Þannig að ég sé nú alveg fyrir mér listahott fyrir hana sko, svona þegar hún hefur tíma. Þannig að við erum öll að gera eitthvað skemmtilegt. Þó Langanes sé langt og mjótt, þar leynist fegurð víða, hvergi sérðu sumarnótt, sólbjartari líða. Aftan golan andar hlý, allt töfrum vafið, það sem fallast faðma í, fonturinn og hafið. Sillikot í raun og veru vísan í ömmu. Amma Silla, hún svona mín ættmóðir. Ég skírð í höfuð á henni, ég alnafn hennar og okkur fannst svona vænt það að nota nafni hennar á þessu og mér þykir mjög vænt að eiga gallerí Sillikot svona í höfuð á ömmu minni. En þess má geta að Sillikot líka með vefsíðu sælusápur.is og þar hægt að skoða úrvalið og panta.
ef fólk kemst ekki á staðinn.